Já, nú ætla ég að leggja lokahönd á þetta. Ég er að taka hérna markhyrningarna, polygón, misjöfnum hliðum og svo segir hann hérna þeir eru skilgreitir innan í hring með radíus 20. Síðan ætla ég að sýna ykkur snöggvast hvernig maður setur upp teikniblaði og S-kortar til að gera þetta klárt fyrir skil. En fókuspunktur núna, þessi hérna markhyrningar. Við þurfum að sjálfsögða að velja rétta layer og sem sjáum við hérna undir, hérna við hliðina á kassanum Rectangle, það er polygon. Þá smellum við það og þá spyr hún alltaf enter number of sides. Það kemur þetta 4 hjá mér núna. Ég ætla að hafa 3, þetta er svona þríhyrning. Það er bara að slæða 3 og enter. Og hann var bara hérna stöður. Smelli hérna og hann segir inscribe in circle og circle about circle. Við ætlum að hafa inscribe in circle, það er sem innan í hring. Og þið sjáu hérna, þá gef ég hérna með radíusum 20, við slæðum bara 20 enter. Og það sem að meinti með þessi sýningur að hann var að taka það er ekki alveg stímað. Hérna er hringur með radíusum 20. Þannig að það er munurinn á því hvort það sé inn í hring eða utan í hring. Við ætlum að gera annað þríhyrning hérna og við ætlum að hafa about circle og þá kemur það svona. Þá slæðum 20 núna og þá verður hann utan í hringinn. Við sjáum að það er rosalega stærðarmunur á þessu. Þannig að þetta er munurinn. Við notum yfirleitt innan í radíus. Held svo áfram hérna og ég ætla að gera 5-hyrning og slæði hérna í polygon og svo 5 sides og ég hef hann hérna eftir og hann spyr alltaf þessu interruption circle eða about circle 20 svo fyrir hérna aftur temperature size og þá ætla að hafa þessu sexhyrning hér circle getur samtitt það bara strax með því enter og hér svo 20 enter. Þá er þetta komið. Næsta skref er okkur ætlum að gefa þetta teikninguna út ráðra. Og þið sáu hérna niðri erum að teikna alltaf í módel, förum henni útprentublaði. Ok. Því ég fylgdi ekki alveg nákvæmlega hérna klippinningunum. Þá er þetta ekki alveg að passa mér, ég get lagað þetta, sjáu það ef við tvísmelli hérna inn í teikninguna, þá verður þessi lína hérna svona dekkri og það þýðir það að ég er komin inn í átagatið, ég get bara að teikna hérna ef ég vil sko. En þetta nota maður til þess að stilla af, þetta passar ekki alltaf inn í, maður stillir þetta. Sko það sem er að ske núna, ef ég víti hérna á scrolltakkan og þá hreyfist þetta bara til, það er þetta því að þetta er læst hjá okkur. Svo hérna, lock, unlock viewport. Lásnið á, þannig ég ætla að smetla hann til að opna þetta og þá get ég hreyft til þess að sjá þið, átakarteikninguna sjálfa. Ég stilla hana bara af svona sjálfur og þess að hérna er svolítið skrýtnum dag, þannig ég ætla bara að velja það hérna. Og svo move-skipuna með M og space og alltaf, hvað gerir þetta? Move-skipunin, vel þetta hérna og space og vel svo space point grípið ný og færi þetta bara til hann að passa hérna. Svona. Þú læsi við sáttur, passið að skalinn hérna sé réttur. Setjum á einum. Ef þið lendið í því að þetta er komið eitthvað út í buskan, svona, horfið, þá getur við tvísmelt ofan á scrolltakkan. Og þá zoomar á sig, þannig að hún fyllir akkurat út í reitinn, allt sem við búið að teikna, nema að við þurfum að þá leiðir þetta skalan, hann ber eitthvað af stað. Og passa þetta seinna. Þá var einn á móti innum, þá er það rétt, þetta passar allt inn á og þá er gott að læsa þessu aftur.
það fer þetta ekki þetta. Síðan þarf að tísmella fyrir utan ramma til að komast út úr þessu. Tutug. Síðan til að breyta textanum hér, þá einn skipun sem svolítið skemmtileg, og þetta er ATE. Og þá getum við smellt á ramman. Og kemur þetta svona út. Og þá getum við breytt hérna heitinu, mælikvarðanum, setja inn nafnið ykkar og setja inn dagsetningu. Setja bara dagsetninguna sem í dag, þið sjáu það alltaf hérna á tölvunni hvað þetta er. Þetta OK. Og svo hin leiðin sem ég verið að sýna líka, þá tvísmellir á ramman. Þá kemur þetta svona. En þá þarf maður alltaf að smella hérna á milli og breyta svo hérna niður í nafnið hérna og breyta svo mælikvarði, breyta svo. Þá er það komið, þá er þetta bara klárt. Nema að nú ætla ég að gefa út teikninguna og þá fer ég hérna í export og við ætlum að gefa hann út á D2F formati. Og ég set hana á versamdrifið sem við voru áðan, nema ég hef ekki aðgang að því hérna frá það sem ég er. Þannig að ég set hana hérna í með dokument sem ég er og alltaf með það og ég svo save. Og þá gefur hún út teikninguna í þessu hérna formati, Design Review. Þetta er mikið léttara forrit. Þetta er þetta bá fyrir nánast hvaða tæki sem er. Gemma þetta. Og kosturinn við þetta er sá að það er þetta að mæla upp leindir, gefur raunstar. Kosturinn frá PDF er þetta. Og það er svona að vinna með þetta og ýmsan hátt. Þetta er skráin sem að þið skilir svo inn á Moodle. Þegar þið verðið hérna inn í sjá. Og sjá, hvernig fara hérna bara tilbaka. Sýn ykkur þegar ég bara inn á ykkar áfanga, þá er hérna skilamappa og smelli bara þetta og já, nú er ég kennara megin, þannig að ég sé ekki hvernig. Það kemur upp hérna að skilaskrá og það fyrir undir gotanum, þannig að það ætti að vera mjög auðvitað. Það er þessi DFF skrá sem að þið skilið inn með heitinu .dff. Það var svo lokið í bili. Takk fyrir.